Jæja, við erum að fara af stað hérna aftur og efni sem við erum að fara í núna, við fórum líka í hluta þessu efni í fyrra og þeir vorum að tala um styrktarþjálfunina því að þetta á nú við þar líka og þið sjáðu að þið fara að lesa kaflan að já, þetta á heima þar og spurningin hér, hvernig stýrir taugakerfi hreyfingum og vinnu vöðva, við ræddum þetta aðeins um þetta eða ég fjalla aðeins um þetta í fyrir fyrirlestrum og það er auðvitað í gegnum þetta samskiptakerfi sem við vorum að minnast á þarna og síðan þarf auðvitað meira heldur en samskiptakerfi, það þarf auðvitað einhverja orku til þess að vöðvarnir ná að vinna og sú orka er reyndar háð súrefnisflutningi og slíkum hlutum og taugakerfið stýrir í raun og veru þeim líffærum líka. Nú, ef við rifjum eitthvað svona upp á þessu sem við vorum að tala um í fyrra, þá í kaflanum um styrktarþjálfun þá talaði ég um taugalega aðlögun líkamans að styrktarþjálfun og ef við tölum um hreyfistjórn þá er þar átt við hvernig mismunandi vöðvar líkamans vinna saman við að útfara einhverja athöfn eða einhverja hreyfilausn sem þarf að leysa og fullt af dæmum í íþróttum og það er til dæmis íshokkíspilari sem þarf þarna að halda sér stöðugum á vellinum svo hann detti ekki, þannig að þar þurfum við þetta samvinna margra vöðva til að það gangi upp og hérna í talningum þegar hann verður að skauta á fullu ferða þá þurfa ansi mörg kerfi að vera virk sem að stýra því ferli og taka tillit til þeirra sem eru meðan minn á vellinum og hvar er bökkurinn og svo þarf að stýra kylfunni og svo framvegis. Og þetta var nú kannski heyrt áður en motor learning er þá meira þetta hreyfinám sem að verður í sérhverjum vöðva fyrir sig, það intermuscular coordination og það gerist nú til dæmis bara við styrktarþjálfun og við erum þarna með hreyfieiningar sem þarf að virkja þegar einhver mótstaða er fyrir hendi og þegar við setjum við námið að stað þá þarf taugakerfið að bregðast við því með því að virkja eitthvað ákveðið magn af hreyfieiningum og hugsanlega er virkjað of mikið í byrjun og það er ekki hérna skilvirkni í vinnunni eins og líka þegar við erum að framkvæma einhverja athöfn sem við þekkjum ekki vel, þá var ekki mikil skilvirkni en með meiri þjálfun þá kemur auðvitað skilvirknin upp á yfirborðið og firing frequency það er samhæfing á þessum boðspennum og hversu margar geta unnið í einu og hversu hljótt það er afhlaðast og endurpólast aftur. Þessir hlutir skipta líka máli og þið munið sjá það þegar þið farið að kíkja á hann kafla betur að það eru ótrúlega mörg tækifæri til bætinga innan taugakerfisins og hefur sýnt fram á það að við getum haft áhrif á nokkrum stöðum í taugakerfinu. Og svo er það antagonist adaption eða það er slökun antagonist annað sem að kemur þá inn á þarna intermuscular coordination og það er þá eiginlega motor learning líka vegna þess að antagonistinn hann vill stýra hreyfingu, við getum ímyndað okkur hamstrings í hlaupaferlinu að hann vill koma inn og stýra því að sköflungurinn fari nú ekki á hratt upp vegna þess að það sé einhver hætta á skaða eitthvað slíkt og halda þannig við vinnuna á quadriceps en svo erum já, til dæmis að það sem ég við núna hérna í Katar þá erum við mikið að pæla því
að hugsanlega séu aftanlæri stögnanir vegna þess að menn ná bara ekki að slaka nú vel á í hamstrings þegar þessi vinna fer fram, hann kemur á fljóttinn og þar lendi verið tókninum því að okkur hefur ekki tekist vísindaheiminum að finna almennilega skýringarnar á aftanlæri stögnunum og það er ennþá sama tíðni aftanlæri stögnuna en einhverjar æfingar hafa samt sýnt forvarnargildi en við vitum ekki alveg að hverju þær gera sem að væri kannski spurning sem við myndum vilja reyna að svara hérna. Nú til þess að eitthvað gerist þá þurfum við auðvitað að setja einhverja vöðvaspennu af stað, búa til einhvern kraft og þetta fórum við líka aðeins inn í fyrra en það er talað um það að krafturinn í vöðvanum sé háður þversniðinu, það er ef við skerum hann í tvennt hvað hann er eiginlega hár á breiddina, það er minnst einn af þessum þáttum sem að stýra átakinu í vöðvanum en það eru reyndar fleiri hlutir eins og til dæmis átakshornið, það er hvernig hefur sinin sem festur í beinin, hvernig hefur hún stöðu til þess að taka á móti átakinu sem að þarf að vinna gegn og við sjáum líka reyndar við þjálfun að það er ekki bara sem sagt vöðvar sem stekkast, sinarnar verða líka sterkari og meira að segja breytist átakshorn sína við stækkun vöðva og þversnið það er þetta líka háð því hversu vöðva fíbrurnar eru stórar og meina ef þær eru stærri þá eykst þetta þversnið en þá þurfa það líka að liggja samsíða en kraftmyndunin er síðan samt sem áður algjörlega háð því hversu margar hreyfingar vöðva taugakerfið virkjar og taugakerfið sem sagt lærir að virkja bara það sem þarf og ekki meira og ekki minna en það eða það er svona markmiðið með skosti og þá komum við að hreyfi einingunni og það er mjög breytilegt eftir hreyfingum hvað margar hreyfieiningar er að vinna og hverjar eiga að vinna er sem sagt líka hreyfingarnar eru mjög mismunandi og við getum verið með hreyfieiningu sem að ræður yfir stóru hlutfalli af hröðum vöðvaþráðum en samt megum við reikna með því að það séu bæði sem sagt hraðar og hægar innan hreyfieiningana en svo getum við jafnvel verið með hjá öðrum einstaklingi aðra samsetningu, það væri meira af hægum heldur en hröðum. Þeir tala þarna töluvert mikið í þessum kafla er verið að vinna með ketti þannig að þeir eru að mæla mikið vöðvana í köttunum og svo er þeir meira að segja að skera á mænuna og eitthvað svona og kom nú að því síðar og þannig virkjur hreyfieininga, ég er sannfærður um það, ég sé það líka í minni vinnu hérna þegar ég er að taka vöðvararrit að virkjun hreyfieininga, hún er mjög háð því verkefni sem á að leysa og til dæmis ef ég bið einhvern að taka einnarfótar hnébeygju þá virkjar hann miklu síður stærri eða hraðari hreyfieiningarnar heldur en ef hann ætlar að taka ef ég bið hann að stökkva upp á öðrum fæti en byrjunin á hreyfingunni er svo sama einnarfótar hnébeygja maður fyrr fyrst smá niður á maður hoppar upp eftir ef maður er beðinn að stökkva upp á öðrum fæti og þarna er klárlega
virkjunin allt önnur að því að það er verið að byggja miklu kraftmeiri hreyfingu í seinna tilvillinu í hoppinu og þannig að í raun og veru þá velur líkaminn eða taugakerfi velur þessa samsetningu sem hendar hverju sinni og við getum í raun og veru séð sama output hjá tveimur einstaklingum stökkva jafnhátt á öðrum fæti en þeir eru ekkert endilega að nota vöðvakerfi sitt á sama hátt til þess að skila þeirri vinnu. Og já, arkitektúrin hefur að sjálfsögðu líka áhrif, það er nú eitthvað sem við vorum búin að ræða. Hversu stór er vöðvinn og hvernig er byggingin og hvernig hendar hann í þetta hlutverk. Við gætum síðan einhvern sem var með þykka kálfavöðva, hann myndi reyna að nýta kálfavöðvana betur í svona uppstök, en annar sem að kannski væri með minni kálfavöðva en svona meiri styrk í kringum mjaðmir, hann gæti nýtt mjaðmavöðvana betur eða þá rétti vöðvana, af því að bæði náttúrulega kálfavöðvar og mjaðmar réttu vöðvar vinna í þessari triple extension hreyfingu sem við erum að tala um þarna. Þannig að ég hef svona, það er talað um þarna motor neuron pool í bókinni og þið þurfum svona átt ykkur á því hvað það er, og það er oft talað um neuronal pool þegar það er verið að tala um taugabrautir og hreyfingar sem fara af stað í heila og miðtaugakerfi þegar á að framkvæma einhverja hreyfingu, og pool er nokkuð svona forðabúr þarna. Hvað tökum við úr forðaborðinu til þess að framkvæma verkið, og ég ákvað að kalla þetta fylki af hreyfieiningum, og það má segja það að við kannski notum meira en við þurfum í upphafi, svo þegar færnin eykst þá verða einhverjar ákveðnar taugabrautir eða svona neuronal pool, þá verða þau sérhæfð og leysa verkefnið með minni fyrirhöfn og betri skilvirkni. Það er í raun og veru það sem við erum að reyna að ná fram í vinnu taugakerfisins, og þarna skiptir virkjun og stærðar lögmálið svolítið máli, og það kostar yfirleitt meiri orku eða stærra merki frá tauginni til þess að virkja stærri frumnar, og það er meiri þröskuldur fyrir því að þær fara af stað. Við notum meira þessar slow twitch fíbrur í svona flest almenn störf, og hinar svona bíða bara þangað til að kemur að þeim og geyma orkuna, og það sérstaklega þá 2x fíbrurnar, það er að segja sprengikrafts, það er svona þar meira til þess að koma þeim af stað, og virkjunarröðin er þá líka auðvitað háð því hvað við ætlum að gera. Ef við svona almennar hreyfingar eða göngu eða slíkt eitthvað sem er ekki mjög hratt eða explosive, þá myndum við hugsanlega virkja allar, en mest af típa 1, og þær færu fyrsta stað. Og annað er að það verið streifast tölvöld mikið hvernig við notum hreyfingarnar yfir allan vöðvan, að það sýnt svona með ákveðnum litunar aðferðum eftir að samdráttur hefur á sér stað, að þá sést að taugakerfi virkar ekki hreyfieiningar eða vöðvafíbrur sem að liggja nálægt
hvor annari og þetta hún kannski sérstaklega við þegar verið að svona stimulera oft og það getur maður sé fyrir sér að ástæðan fyrir því sé að geta ef við virkjum allar á einhverjum einum stað þá það ekki tilbúin að fara að staða aftur í næstu vinnu og hefði ekki góð áhrif þannig. Ég hef líka séð það ef ég að vinna með þá sem að lenda í svona meiðslum út af of einhæfu álagi. Ég bar saman hérna tónlistamenn og var að skoða fiðluleikara og það var ein sem var ekki með neinn vandamál. Hún hreyfði sig miklu meira þegar hún var að spila fiðluna heldur en hinnar og ruggaði sér svona einhvern veginn og það má sjá fyrir sér að hún hefði dreift vinnunum miklu betur á hluta vöðvans eða vöðvana sem áttu að leysa það. Nú til þess að gera þessar rannsóknir þá notum við vöðvarafrit og það svona hægt að nýta sér það til þess að sjá í raun og veru hvað taugakerfið að gera. Ja, meðal annars, það sýnir náttúrulega ekki allt en við getum séð svona líka ákveðna hluti út frá heila rafriti eða það sem við kallum functional segulómskoðun, það að segja segulómskoðun sem leyfir okkur að hreyfa inn í tækinu. Það er byrjað að gera það, við eigum nú ekki svoleiðis tæki á Íslandi en þá sést svona upptaka efna í heilanum. En það nú að við notum vöðvarafriti sem sagt og við getum tekið upp boðspennu með 2 elektróðum á húðinni og við getum birt hana sem merki og þetta merki hefur ákveðna tíðni og við getum séð á þessari tíðni hvað verið að virkja vegna þess að lægri tíðnar, það er svona típa 1, hún skýtur á lægri tíðni heldur en típa 2, þannig að það má gera svona tíðnirófsgreiningu til þess að sjá það og við getum líka með þeirri aðferð sé breytingar á virkjunarröð og við notum í raun og veru vöðvariti til þess að skoða það er þetta size principle of recruitment within a motor pool. Þá þetta þannig að minnstu hreyfieiningarnar þær skila minnsta kraftinum og innan hverrar hreyfieiningar þá eru minnstu frumurnar virkjaðar fyrst og svo kollu upp í stærstu. Þannig að það er svona virðist vera einhver ákveðin röð í kringu það og þá með ekki miskilja mig að sem ég var að segja áðan ef að verkefni krefst meiri krafst að þá virkjar heilinn frekar hreyfieiningar sem búa yfir stærri frumum og kraftmeiri frumum og jafnvel þó að við myndum alltaf byrja þeirri minnstu innan hverjar hreyfingar. Og já, mennir sem virðist vera svona vísta með sammála það að það virðist vera þannig að kraftur sem hver hreyfing getur myndað stýri því svolítið í hvað röðar eru virkjaðar og þetta er að gerast nú reyndar allt mjög hratt eins og þið kannski þekkið og einhverjum hraða sem að við náum ekki að ímynda okkur á kognitíva sviðinu.
Og það nú kannski frekar lóking skýring á því að hverju þetta er svona með stærðar lögmálið, einfallega vegna þess að það kemur þarna einhver rafstraumur sem á að örva þessar frumur og búa til ákveðna spennu, og hann dreifist allan vöðvan í gegnum neurotransmitters, og það fer eitthvað ferla stað, og þá auðvitað segir sig sjálft að hreyfi einingin sem er með fæstar vöðvafíbrur tengdara við sig, hún er fljótust að fyllast, ef að má komast þannig orði, og þarlendi fer hún að staða undan hinum. Og þegar maður skoðar hámarksvirkjun á vöðvariti í ísómetriskum samdrætti, þá áttu að reyna bara að spenna eins mikið og getur, þá sér maður í raun og veru þetta size principle þar líka, að á merkinu það stækkar útslægið á því eftir því sem að við tökum meira á, og þá eru þessar stærri frumur að koma inn, og þetta sést þarna ágætlega í bókinni á mynd 3.7, og þið getið skoða þetta þegar ég farið að prófa vöðvariti sem þið ætlaði að gera eitthvað í næstu viku. Já, eins og ég nefndi áður, þá eru hlutfallsleg virkjun hreyfingar við hreyfingar er staðreynd, og það fer sem sagt svolítið eftir tíðninni í merkinu, og það er þá tíðnin og stimulusin frá tauginni sem að ræður því, og stimulusin er auðvitað breytilegur þá eftir því hvaða verkefni á að leysa. Það er sýnt þarna á mynd það sem er verið að taka Soleus og bera hann saman við gastrocnemius, og á X-ásnum þá er stimulation frequency, og þá sést stimulation frequency er þá tíðni, og þar sést þessi mynd sýnir nokkuð vel að Soleus, hann er miklu fljótar að búa til kraft á lægri tíðni heldur en gastrocnemius. Krafturinn er á ásnum, og það skýrist af því að Soleus er vöðvi sem hefur miklu meira af hægum vöðvaþræðum heldur en gastrox, og gastrox þarf þá hægri tíðni, meiri stimulus á hægri tíðni til þess að fara af stað. Og það sést þarna á annarri mynd líka að frumurnar sem að fara af stað við minni tíðni, þær eru jafnvel búnar með vinnuna sína áður en að þessar stærri koma inn. Síðan er líka honum eiginlegt að breyta vöðvinni og geta fært og rótera svolítið vinnu innan vöðva eða á milli vöðva ef þeir eru að vinna í sömu stefnu, og það er nú þannig samspil agonista og sínegista sem að kannski skiptir mestu máli þar. Og við getum séð fyrir okkur til dæmis ef við erum að vinna við eitthvað sem að krefst mikillar orku, það er að segja við erum að vinna í þreytu, þá voru gerðar þarna rannsóknir á hjóli meðal annars, og það átti að vinna frekar lága vöðvavinnu en í langan tíma, og vöðvariti sýndi sem sagt að
að orkan sem átt að skila, hún var ekkert að koma alltaf frá sama vöðvahópnum eða sama stað innan vöðva, heldur róteraðast vöðva innan eða færðist yfir á fleiri vöðva eða fleiri vöðvaþræði. Þannig að þetta er eina af þessum leiðum sem að líkaminn hefur til þess að vinna gegn þreytu, og það er að geta fært vinnuna yfir á einhverjar hreyfingar sem er ekki búin að gera jafn mikið þá stundina. En það er hægt að nýta sér þetta líka í þjálfun. Ég er svolítið að vinna hérna með hjólreiða fólki sem er í triathlon og einhverju slíku, og þau eru nú svolítið föst á því að við erum alltaf í sömu stöðunni. Það er nú einhverju hagkvæmasta staða er hægt að finna fyrir hvern og einn þegar hann stígur hjólið, en síðan kemur einhvern tímann sá tímapunktur og þú verður mjög þreyttur í þeirri stöðu, og þar af leiðandi væri gott að hafa einhverja svona 3 útfærslur þar sem þú ert samt að vinna vel. Ég hef svona verið að benda þeim á það geti þurft að hvíla aðal aflgjafan í einhverja stund og geta gripið þá í varaforða. Og það er svona það sem ég er að reyna að lýsa hérna. Já, við tölum hérna um hámarksvirkjun hérna ofar, og það er samt töluvert erfitt, og þá sérstaklega fyrir óþjálfað, að ná að virkja alla vöðvaþræðina í botn við nám sem og þetta er nú oftast mælt bara í ísómetrískum samdrætti, og var semst gerður rannsókn á því, og þá sást að það var tölvur dagamunur og breyting á því hversu mikið fólki náði að virkja af maxinu sínu, og maxi var bara fengið með því að gefa rafspennu eða stuð, og þá virkaðist allt í botn, og síðan var hægt að mæla þá í raun og veru hvort að út á vöðvarafrits útslæginu, hvort að viðkomandi einstaklingi tækist síðan að virkja alla vöðvaþrumunar, og það var í raun og veru sjaldnast sem við náum að gera það. En við getum þá líka samt séð fyrir okkur, ef við erum alltaf að virkja bara hluta af hámarkinu sem við höfum, sem að ég held að sé nú tilfellið, að þá skilar það samt sem áður örugglega einhverju að hækka hámarkið okkar, því að minna þá er 75% af hámarkinum einfallega stærri tala og meiri kraftur, þannig að styrktarþjálfunin skila sér að sjálfsögðu þannig. Nú síðan er þetta stærðarlögmál að sýna sér við, eins og ég nefndi fyrir reyndar, við breytingu á vinnu. Við getum séð fyrir okkur einhvern sem er að hlaupa á hlaupabretti eða ganga, og síðan þegar hann er að ganga þá er hann að virkja meira sóleus heldur en gastrók, svona við venjulega göngu, en ef við aukum hallan á brettinu þá eykst álagið á extensorana, og þá flyst vinnan yfir á gastrocnemius, en ef við aukum síðan hraðan þá minnkar líka standfasinn, þannig að það breytist náttúrulega kinematikinn og hreyfiferillinn við röðrisi, og við förum bara að tipla svona tánn í þegar við lendum, ekki öllum fætinum, og í leiðinni þá sjáum við meiri virkjun á gastrók við slíka vinnu heldur en sóleus, og þá sjáum við aftur að
taugakerfið að nýta sér hreyfieiningar sem að búa yfir stærri vöðvafíbrum, og senda þá sterkari boð með hærri tíðni og við fáum þá meira af típu 2 inn í vinnuna. Og það sýnir sig sem sagt þarna með stærðarlögmálið að sýna sér þarna aftur. Þannig það heldur nokkuð vel, þetta size principle, það heldur nokkuð vel við flesta hluti og þó að það séu reyndar eins og oftast eru kannski einhverjar undantekningar, við vitum ekki allt það. Stærðarlögmálið sýnir sig líka þegar við lítum á orkuna sem að vöðvafíbrurnar nota, og það sem gerða mælingar á orkunotkun við vinnu sem er í kringum 50% af hámarksvinnu, og þá sést það með því að skoða bara hversu hratt glýkógen er brotið niður, að það er miklu meira á típu 1 þráðum heldur en á típu 2. Og í raun og veru við svona litla vinnu þá er eiginlega eingöngu tap á glýkógen í típu 1 fíbrunum. Það er sjálfstætt að skoða þetta með því að taka biopsi og kíkja á frumurnar og sjá hvað það innihalda mikið af glýkógeni fyrir æfingun og eftir þessa vinna á 50%. Og síðan var vinnan aukin og þá sást sem sagt að það var aukið tap á glýkógen á típu 2A, og sem sagt síðast vinnan aukin upp í 91%, samt sem áður var líkaminn að halda töluvert mikið í glýkógen í típu 2, og virðist vera klárt að líkaminn heldur mjög mikið í glýkógenið í típu, þeir kalla það nú 2B í bókinni, en það er nú orðið breytingar á því að 2B er nú kölluð 2X í dag eftir því sem best veit, en við þekkjum það er þessar hröðustu, þannig að stærðarlögmálið gildir líka þarna. Búin að tala mikið í kringum nokkrar glærur, að stoppa þetta núna og setja þennan fyrirlestur inn. Þetta var sem sagt töluvert mikið þetta size principle of movement sem að við vorum að skoða hérna, og látum það duga þetta í bili.